og það svo mind-blowing að þetta sé ólöglegt. Já, Það bara sturlun og það náttúrulega bara ólög. Já, það alveg... Eru ólög að fólk sem að finnur einu leiðina til þess að bjarga lífi sínu sé að gera ólöglega hluti. Og já, þetta bara, og eins og ég var að segja við ykkur áðan og ég hef sagt það oft, ég óska engum að deyja án þess að upplifa þessa staði sem að hugvíkandi efni hjálpa okkur að opna á og fólk alltaf, fólk sem þekkir ekki, dæmir og þegar við erum að dæma og veist það, kemur út frá ótta og fávisku eða svona, já. En fáfræði, já. Ég hef orðað þetta einmitt, ég hef verið að segja sama og þú bara, ég segi alltaf, þú veist, mér finnst að það megi enginn fara í gegnum þetta líf án þess að upplifa þetta og prófa þetta. Og það bara einhvern veginn, ef þú klárar þetta líf og þú hefur aldrei snert á þessu, þá ertu bara búin að missa af einhvern veginn einhverju því magnaðasta. Einhverju því magnaðasta sem getur upplifað í þessu lífi. Og svo það bara annað með þessi geðlyf eins mikið að þau hafa bara bjargað lífum fólks. Þá líka það í rauninni ekki eðlilegt fyrir svona marga að vera svona lengi á geðlyfum. Þú veist, þau eiga að geta hjálpað okkur í mánuð 2, 3, 5. Þú veist, það ekkert mitt að segja en svona. En svo eiga læknandi náttúrulega að hjálpa okkur að finna aðra leiðir til þess að losna undan þessum lyfjum og þú veist og það ekkert eðlilegt að fólk sé búið að vera á geðlyfjum, sterkum geðlyfjum og svefnlyfjum í 16 til 20 ár segjum og læknirinn bara skrifar upp á þetta og svo bara hættir fólk sjálft og það ekkert að þeim. Allir stærstu háskólar heims eru komnir með psychedelic deildir. Þú veist það ég ætlaði að vera búin að tjekka á því hvað búið að gera mörg þúsundir klíniskra rannsókna á psychedelic meðferðum, á meðferðum gegn kvíða, þunglyndi, PTSD, en það allavega, þið getur bara að googla það eru þúsundir og þúsundir og það bara, það rosalega byltingarna úti í heiminum og við á Íslandi kannski almenningur ekkert að spá í þetta, en það eru ótrúlega stórir og magnaðir hlutir að gerast. Það verður mikið fjallað ibogaine á ráðstefnunni. Ibogaine það efni sem að virkar hvað best við fíkn og fíknivanda og það það sem að þeir eru að leitast við út í Bandaríkjunum, það svarið við ópíóða faraldrinum. Að fyrirlesara sem eru að koma eins og Rick Doblin sem eru að leiða MDMA-byltinguna í Bandaríkjunum, hann kom á ráðstefnunni fyrir 2 árum og hann sagði bara, ég held að Ísland potential að geti gerst alveg magnaðir hlutir, við erum svo lítil, og við getum gert hluti á Íslandi sem að erfitt að gera í Bandaríkjunum og við getum tekið afstöðu og verið fremst í flokki. Við erum að fara að fjalla MDMA, sveppi, ayahuasca, ketamín, ibogaine, öll efnin. Ég veit sjálfur íslenska geðlækna sem hafa sagt bara, ég raunur bara að bíða eftir að það verði samþykkt að ég megi nota svona í meðferðum hjá mér og þú veist að tala um þessar ráðstefnu þar sem að komið ráðamenn eða fólk úr ráðuneytum og svona ekki von til þess að með svona þú veist, samkomum þar sem að svona fræðimenn á þessu sviði koma saman að þetta geti leitt til þess að verði raunverulega eitthvað gert í þessum málum. Auðvitað eiga íslenskir geðlæknar og fagfólk að koma á ráðstefnuna. Þessi ráðstefna til að fræða. Hún ekki til þess að við erum ekki búin að setja sveppi í allir stíð í vatni sem þú drekkur á ráðstefnunu. Og þetta alveg ótrúlega magnað, eitt geðlæknir sem ég búin að reyna að ná til. Hann á móti ráðstefnunu, hann hefur samt áhuga á þessu og tala niður til mín. Ég bara svona, einhver íslenskur geðlæknir mættu bara að hlusta það skyldaðinn sem læknir að læra og hlusta og skilja. Þú þarft alls ekki að vera sammála þessu en þú átt að koma og hlusta. Það bara þannig.